Kínverskt fyrirtæki ætlar að fjármagna byggingu álvers á Hafursstöðum, ekki þó ljóst hvaðan orkan fyrir álverið á að koma. Nálægustu virkjunarkostir fyrir utan Blöndu eru í biðflokki og eru að miklu leyti í eigu kaupfélags Skagfirðinga. Viljayfirlýsing milli íslenska fyrirtækisins Klappir Development og kínverska fyrirtækisins NFC fjármögnun byggingar álvers á Hafurstöðum skammt fyrir sunnan Skagaströnd var undirrituð í gær í ráðherrabústaðnum að forsætisráðherra viðstöddum. Nýja álverið á að framleiða 120.000 tonn á ári og það hið minnsta hér á landi. Til samanburðum að geta þess álverið í Straumsvík minnst núna, en þar voru framleidd 205.000 tonn á síðasta ári. Viljayfirlýsingin byggir meðal annars á samstarfssamningi Klappa og sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra. Athygli vekur að tilkynnt undirritunina 2 dögum eftir að endar til íbúafundar, þar sem dregin var upp dökkmynd af fólksfækkun á svæðinu. Hvenær álverið mögulega rís hins vegar spurning út af fyrir sig. Það háð því að nægileg orka verði fyrir hendi. Heimamenn telja eðlilegt að rafmagn frá Blöndu og vindorkugarði við Kolkuhól verði nýtt í heimabyggð. Landsvirkjun vildi ekki tjá sig málið í dag. Verði virkjað annars staðar á svæðinu nærtækast að horfa til Jökulsána í Skagafirði. Þeir virkjanakostir í biðflokki samkvæmt rammaáætlun. Þess má geta kaupfélag Skagfirðinga á 93% í héraðsvötnum EHF, en virkjanakostirnir á vatnasvæði héraðsvatna. Og sagði Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri í fréttum RÚV í mars í fyrra að heimamenn vilji hafa eitthvað það að segja hvort og hvernig verði virkjað og ekki síst til hvers orkan yrði nýtt. Kínverska fyrirtækið NFC var stofnað árið 1983 og í eigu kínverska ríkisins. Það með námur og námatengt verkefni í 20 löndum, einkum í Asíu og einnig í Afríku. Í greinum mannréttindamál sem Human Rights Brief hjá lagadeild American University í Washington gaf út árið 2010 sætti fyrirtæki mikilli gagnrýni vegna reksturs koparnámu í Sambíu. Sér í lagi var það gagnrýnt fyrir meðferð á verkafólki. Skagfirðingar vilja hafa áhrif á það hvernig virkjað verður í Skagafirði, ekki síst að orkan verði nýtt í héraði til að auka atvinnutækifæri. Þetta segir Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri kaupfélags Skagfirðinga, en kaupfélagið á næstum allan hlut í fyrirtæki sem vill virkja þar nyrðra. Engar virkjanir í Skagafirði utan 2 til 3 heimavirkjanir. Helstu virkjunarkostir Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjanir sem kallaðir eru B og C í rammaáætlun. Allar eru þær í biðflokki. Kaupfélag Skagfirðinga á nú langstærstan hlut í héraðsvötnum EHF í gegnum dótturfélag sitt Norðlenska orku. Kaupfélagið keypti 50% hlut í Rarik í héraðsvötnum í árslok 2012 fyrir 134 milljónir að því fram kemur í DFF og nýtti kaupfélagið þar með forkaupsrétt sinn en Landsvirkjun hugðist kaupa hlutinn. DFF greindi frá þessi í síðustu viku, meðal annars með fyrirsögninni virkjunarkostir í Skagafirði einkavæddir til kaupfélagsins. Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri, segir að frá 1999 hafi Rarik og heimamenn verið í samstarfi að skoða mögulegar virkjanir í héraðsvötnum. Ekki síst við Villinganes og annars staðar eftir því sem aðstæður leyfa og ástæðan sú að heimamenn vilja hafa með það að gera hvort það verður virkjað hér í héraði og þá hvernig og ekki síst ef að af því yrði til hvers orkan yrði nýtt og við leggjum náttúrulega áherslu á það Skagfirðingar að ef það verður hér virkjað það yrði til að efla og styrkja atvinnulíf og styrkja héraðið. Það býr svo mikil breyting í atvinnuháttum í sjávarútvegi og landbúnaði að ef við ætlum að fá fram íbúafjölgun og eðlilega þróun þá þurfa nýjir atvinnuhættir að bætast við. Fyrir nokkrum árum var deilt Skatastað og Villinganesvirkjun sem lauk með því að sveitarstjórn Skagafjarðar hætti við að skipuleggja svæði fyrir virkjanirnar sem til stóð að tilgreina í aðalskipulagi.